Við getum bara tekið dæmið eins og True Detective vegna þess að endurgreiðsla, þessi 35% endurgreiðsla var eiginlega til út af True Detective. Þar að segja, þeir ákvað komaðin til Íslands vegna þess að 35% endurgreiðsla. Þar að segja, þeir ákvað koma og gera alla sjónvarpsþáttaseríuna hér á Íslandi og myndani hér í heilsinni. Sem gerir það að verkum að við vorum með tæplega 600 Íslendinga í vinnu en 50 útlendinga sem dæmi. Og ef þeir komið hérna og eins og bara ekkert launungamál vegna þess að þetta er allt sem opinber gögn, að þeir komið með 11,5 milljarða inn í landið í erlendu gjaldeyri. Og það er magnaðar tölur. Síðan er svokölluð Olsberg skýrsla sem er fyrirtæki sem tekur úttektir á svona ökonomiskum áhrifum af svona skattkerfum eða fyrirgreiðslum eða skattaafslætti eða hvað sem má kalla þetta. Er í rauninni að Olsberg mjög þekkt fyrirtæki hefur gert þetta fyrir kvikmyndiðina í Bretlandi, Írlandi, fyrir fylki í Bandaríkjunum og þeir eru svona viðmiðunarstuðullin við það hvað verður úr þeirri krónu sem kemur inn í landið. Þannig að fyrir hverja krónu sem kemur inn í landið þá verður hún að 6,8 krónum inn í hagkerfinu okkar. Þetta er búið að mjatla inn í hagkerfinu vegna þess að þetta er allt saman afleitar tekjur. 1/3 okkar budget er svona almennt okkar fjárhags áætlun eða þegar við erum að vinna þessi verkefni 1/3 kostnaðurinn fer beint í ferðaþjónustu fyrirtæki sem eru mjög háa tölur. Við styðjum við ferðaþjónustuna og ekki bara á þann hátt peningalega heldur er sjónvarpsverkefnið eða þættirnir eða eins og True Detective hefur verið eða bíómyndirnar eins og Ben Stiller, Walter Mitty myndin er bara auglýsing fyrir Ísland næstu 15-20 ári. Þannig að ferðaþjónustan eflist því að koma fleiri ferðamenn út á auglýsinguna og svo eru náttúrulega hótel, veitingahús og alls konar svona ferðaþjónustu fyrirtæki sem njóta beins eða viðskipta við þessi verkefni. Akkurat. Þannig að þessi 11,5 milljarðar verða þá voru inn í okkar hagkerfi í tæp 2 ár. Stöðullin er 6,8 þar að leiðandi verða þetta að einhverjum 70+ milljörðum inn í hagkerfinu okkar. En ríkið þarf bara að borga tilbaka 4 milljarða af höfuðstólnum sem var 11,5, ekki þessum 70. Þannig að þú sér hvað þetta er skapandi bæði fyrir það eru mikið að skattaafleiðum í þessu og bara fyrir hvern mann sem ég ræð í tökku teimi hér, þá skapast 2 önnur störf annars staðar. Þannig að ríkið greiðir þarna 35% tilbaka af bara heildarreikningi af því sem þeir hafa eitt hérna á Íslandi. Þetta er ekki sérstök endurgreiðsla af einhverjum sköttum sem þeir greiða þannig þannig. Þetta er bara ríkið sér hagsinn í því að styðja þetta bara einfallega til þess að örva allt heila klappið kerfið á Íslandi. Nákvæmlega. Og það er búið að sýna fram á sanna að það gerir það. Að þetta örvar allt kerfið sem að endanum skila sér auðvitað einhvern veginn í einhverjum tekjum til ríkissjóðs. Já, klálega. Já. Og við sjáum það líka að leikarar sem koma að vinna hérna á Íslandi, erlendi leikarar, þeir eru skatlaðir hér íslenskum skattalögum. Þannig að það eru tekið þar. Og það eru töluverðar fjárhæðir sem ég get ekki kannski alveg tjáð mig um. En þetta er alveg no-brainer þá virðist vera, bara að jákvæð áhrif af þessu endurgreiðslukerfi óumdeilanleg, en samt er fólk eitthvað að deila um þetta. Hvaðan kemur þessi af hverju er fólk ekki alveg 100% sammála um þetta? Ég held að það þarf að bara upplýsa fólk betur um þetta, hvernig þetta virkar og hvernig þessi afleiður eru, og það er kannski þyrnir í augum ríkisstjórnarinnar að gera fjárhagsáætlun og þeir þurfa að sitja þeir þurfa að gera áætlun á það hvað endurgreiðslu verða á næsta ári. Eyrnamerkja, cirka. Já, og það þarf að fara inn sem kostnaðarliður í fjárhagsáætlun. Og þessi peningur er ekki komin inn ennþá og það er ekki búið að eyða honum og við vitum ekki hvort við náum upp í þá uppæð eða ekki. Vinningurinn er sá að þeir þurfa ekki að borga neitt út fyrir að peningurinn er komin inn og líka þessi 35% eins og er í dag
þetta ekki bara fyrir erlenda aðila, þetta líka fyrir íslenska framleiðendur. Þetta líka fyrir íslensk verkefni. Þannig að þetta orðið stór þáttur í fjármögnun á íslensku verkefnum. Og það verður að tala að kvikmyndasjóður sveltur og hann sveltur að með við þá flóru sem við erum í dag. En þetta klárlega jafnar það út vegna að þetta 10% aukalega sem þau geta fengið í staðan fyrir þessi 25%, þá eru konur nú þegar með rúmlega 1/3 fjármögnunni inn í kvikmyndina sína eða sjónvarpsþáttaseríuna.